Ok, núna erum við með eitthvað Já. Þetta er það sem við vildum. Þá hefur bara... Hefur bara auto-direktorinn á og... Rosalega fólksflott þarna hjá Óla. Óli er intender. Já. Óla intender. Við höfum greinilega verið að eyða pening í síðasta rándi. Já. Þannig að, já, það má kannski láta þær útskýringar fljóta hérna með, fyrir þá sem er ekki vanur að fylgjast með þessu leik, að leikur sem virkar þannig að þú fær bæði smá pening fyrir þú tapar eða ekki? Þú fær smá pening fyrir að tapa með fleiri rándum sem þú tapar því þá hækkar sem sagt tap bónusinn þinn. Já. Þú fær meiri pening fyrir að tapa. Það virkar jafna með... Skot hjá Óla Hortna, Óla intender. Hvað gerir okkar með núna? Þeir kaupa bara... Nova kaupir inn í þetta líka, þeir eiga Nova pening. Þeir virðast vera bara með bombuna á longið. Nei, þeir droppa henni. Núna eru þeir að spila það sem við köllum default. Þeir eru með eitt sett á default og þannig að þeir eru með þarna einn mann að vinna á longinu sem að longið er það sem að A-ið er. Já, þannig að fólk getur glöggt að sjá því með að kíkja hérna á myndakortun hérna uppi vinstra minn. Þar sjáum við okkur bláu kallana er að hlaupa og gulu kallana eru Nova-mennir og markmið sem sagt Nova er að ná að planta sprenginu annarkvort A-svæðinu eða B-svæðinu sem er hann að ramma inn. Og það er bara mjög einfaldlega skipt upp að það sem að staðirnir eru kallaðir eru alveg hægra megin á kortinu hjá A er long, A-long. Í miðjunni er bara mid, eða miðja og alveg vinstra megin leiðin á B er kölluð tunnel. Hvað sagðirðu? Ég náði ekki alveg. Hvað sagðirðu að leiðin yfir á B væri kölluð? Leiðin yfir á B er kölluð tunnel. Tunnel. Þannig að þeir eru núna að berjast rosalega á long. Já. Easy er komin upp á A-ið. Nær, alltaf Bowser. Einar nær, svona tilbaka. Intender er að mæta shortið. Það var að sjá sprengjuna ekki liggjandi. Já, sprengjan er liggjandi upp á A-stætinu og Playme situr á bíl. Já, þannig að þetta ætti að vera eitthvað. Þannig að hann þarf að eiga stórkostlega leikina til þess að klára þetta ránd. Haukar í góðri stöðu hérna. Er hættulegt. Já, hérna. Vel gert. Einar tekur Playme niður. Þannig að sjáum við birtast hvað K og A og D hana bak við hvern leikmann. K sem þessi fyrir kill, eða ekki? A er fyrir assist. Kill A er assist og D er death. Já, og assist er þá sem þegar að menn ná að aðstoða einhver annar við það að taka einhvern annan leikmann niður. Já.
Þú getur skoðað þetta nánar ef þú lítir á tab. Akkurat. Þú best að gera það þegar Milli leikja. tíminn er á milli róndana. Akkurat. Þegar þeir eru á spánunum að kaupa stöffið sitt og Einar í Nova nær er Intender. Þeir virðast vera að sníka longið með bombu. Sníka longið þess að þeir hafa hljótt sig þar á meðan þeir þykjast vera með einhver læti á B. Læðast. Já. Það er einmitt stórt atriði í þessum leik að spilarinn sjálfur heyra mjög ítarlega þegar andstæðingurinn hleypur eða býr til einhver læti. Nær Viggi kaldakallinum og Aron nær fleimi tilbaka. Gott trade. Atma. Aron tryggir rándið. Það er eitt sem ég dálítið pælt í því að vera að horfa á þessu leiki. Þegar að menn hérna hlaupa á einhverja staði og droppa sprengjunni og hlaupa frá henni. Já. Eins og gerðist hérna fyrir einhvern 3 rándu síðan. Hver er pælingin þá? Það er sem sagt bara þeir droppinni á góðum stað og svo fara þeir og eru að reyna að ná opnunum eða openings og svo fara þeir tilbaka og ná í hana seinna þannig að maðurinn sem er með sprengjunum missir hann ekki við það að berjast við einhvern. Já. Og þarna Aron nær næstu Einari niður og Atli hittir ekki sprengjunni sinni. Bot Junior faldi sig þarna á kar og tekur Aron niður. Og þá eru byggar alveg rosalega fátækir. Eiga ekki mikið fyrir þarna. Þá sér tekur Bot Junior niður. Aron nær Einari. Já, þannig að Haukar áttu lítið þig núna þannig að menn láta það einn kaupa snæper og hinn er reyna að brauka eitthvað á skambissunum. Já, þeir létu sem sagt Bowser kaupa Scout heitir hann. Það er bara svona ódýr snæper sem gerir sem sagt helminginn af lífinniðinu eða aðeins meira. Tekur helminginn af lífinniðinu. Ef þú skýtur í líkama, ef þú skýtur í haus, þá er það dauði bara og þá dreipur hann bara. Þá sjáum við að Ace... Þannig að Haukar eru aftur að spara núna. Núna eru þeir að taka full spar eða bara svona mjög létt kaup. Og þeir eru að stakka B-ið. Já, þannig að það er oft svona mikið taktík í kringum þetta, sko, hvenær menn eyða peningum og hvenær menn gefa eftir nánast eða fara inn í lotur þar sem að þeir kannski vita að eiga lítinn séns, en þurfa að gera. Tekur Blame í Aron niður. Sjáum að Tímon stendur á sitspónni. Þetta á meðan er Einar að taka niður Bot Junior. Vel gert. Tímon nær Einari. Nóa. Og Einar Division virðist vera að reyna að halda þessum voppa. Sem er betri snæperinn í leiknum og
Já, þannig að hann eiginlega játa sig sigra þannig í þessari lotu og passa meir upp á að halda vopninu sínu heldur en að byrja aftur bara á skambissunni. Já, hann bara... Þá staðan hann 6-6 og hann að halda byssunni. Já, þannig hér sjáum Hann að taka 2 með sér líka, hann að... Hann var pening fyrir það eða ekki? Það sóar rosalega miklum pening frá Nova. Já. Og þeir eiga nóga peningum núna, eru fullt kaup. Nóg að vinna með þennan smók. Já, en það sett fyrir þá sem eru kannski í fyrsta skipti á æfinni að horfa á Counter-Strike leika, þá gengur leikurinn út á það að koma sprengju fyrir ákveðnum svæðum og láta þær springa eða vinna þessar lotur með því að drepa alla andstæðingana. Og stórpartur af því að ná sigri í lotu þessi notkun á eldsprengjum og reyksprengjum og hvað stönn? Ég veit ekki eins og hvað það á íslensku. Stuðunar sprengja. Já, maður myndi frekar kalla þetta bara, þetta meira sko ístandi sprengja heldur en stuðandi. Það bara flashbang, heitir þetta á ensku, en það bara gerir þig svolítið heyrnarlausan og gerir skjáinn hvítan, þannig að nú ert blindur. Akkurat. Þannig að nú búið að snúa þessum leik sér í vil. Við erum að horfa á ansi jafna bardaga. Hérna sjáum við að Galdrakallinn kom með 12 kill og Einar 11. Á meðan nú að dreifa þess aðeins meira með sér. En þó ekki svo mikið. Intender fyrir svona rólega stað síns mér. Hér virðast þeir hér eru haugamenn að bakka longið. Stafla sér upp, þeir eru og menn eru að fara shortið. Þeir eru að falla í gildfrika. Ímon Galdrakall Flamey með flottu skoti og Vigginn að hlaupa yfir á B-ið. Hann nær að koma sprengjunni fyrir. Já, ef hann gerir það hratt, en hann virðist vera að hinkra. Mjög lár hana með 7% heilsu eftir og þarf bara 1 skot í sig. Ímon Galdrakall tegur hann niður. Eða það eru flottu skoti. Vel gert. Já, Vel gert. Þá staðan 7-7 og þá erum við komin í síðustu lotu hálfleiksins. Síðustu lotu hálfleiksins í fyrsta rándunni sem við erum að spila þetta Dust 2 map. Og svo erum við Flamey taka Xbox mode sem smúkinn sem lenti þarna fyrir ofan Einar Division. Menn eru mikið að nota reyksprengjuna til þess að búa til svona, veggi sem fá andstæðinginn til að stoppa við það að keyra fram. Já, reyksprengjurnar eru bara nota til þess að koma fyrir sjónina hjá andstæðingnum og gera það léttara fyrir hann að fyrir til dæmis til þess að taka sprengjusvæðin og það eru alls konar line-up eða sem sagt
uppstillingar fyrir þessa smóka, þannig að maður getur tekið þá frá öðru hvoru spóni eða alls konar. Og það er þannig uppsetningar til fyrir flush og flush eru sem sagt blindaði sprengjurnar. Og fyrir eld sprengjurnar. Og fyrir grenur meira sér líka. Sem sagt bara. Þannig að núna er svona, fyrir okkur sem eru kannski meira úr boltaheiminu, þá er eiginlega hálfleikur núna í þessu rándi. Og nú eru menn að ræða saman málin og fara yfir taktíkina. Maður kannski, ef maður horfir á þetta fyrst skipti, þá getur maður haldið að þetta séu bara menn hlaupandi út allt að hoppa hingað og þangað og reyna að skjóta menn. En það er alveg útpælt taktík í gangi. Hverjir eru að hlaupa hvað, hvert menn fara fyrst og rótera síðan einhvern annað, eða ekki? Jú, það er alveg 100%. Það er rosalega mikið að vera eins og þarna sést að þeir fóru 3 til þess að byrja með. Að maður horfði á kortið þá sá maður að 3 af nóamennunum hlupu á longið og voru að klíra það. Og svo komu þeir, þarna eru þeir að gera stór mistök að ekki kíkja í gryfjuna. Ok, Símon Galdrakall tekur það, mjög vel gert. Og þarna klárar Atli Báser landið. Það staðir núna 9-7 og það þarf sem sagt að vinna 15 sigra eða ekki? Það þarf að vinna 16. 16 sigra, já. 15, ef það er 15 þá getur hitt liðin á 15 líka og þá fer þetta í overtime eða framlengingu. Já. Sjáum við að haukamenn eru að taka longið hratt. Þeir eru að molla og grena bílinn hana sem að er mjög einsæll staður. Þarna tekur Símon rosalegt 3 í röð. down. Þannig að ég hvet fólk náttúrulega þess að fylgjast vel með mappinu hann upp í vinstra horninu. Það sem við sjáum okkur sem gulukallana, haukana. Bláir eru. Þetta var auðvelt ránd. Já, enda var þetta líka spar hjá Nova. Nova voru að spara, núna eru þeir fullt kaup og eru þarna að kaupa sér M4 eða Colt. Þetta bæði á íslensku sinni, þarna nær Einar Division að leggja, Leysa. Það var flott flass. Já. Það er með góða takta. Já, þeir eru núna, ef þú horfir á mappið þá voru þeir að bústa upp á A-sætið. Tekur bot junior, Atla Báser út. Og haukar taka rándið. Galdrakallinn á eldi. Já. Símon Galdrakall er sem sagt, ég myndi flokka hann undir þeim sem eru bestir í þessu liði. Galdrakallinn stjörnuspilari hauka. Myndirðu segja það? Já, svona nokkurn veginn. Og hvað er sem maður þarf til að vera góður í þessu leik? Hvað segirðu? Hvað er sem maður þarf að geta og gera til þess að vera góður í þessu leik? Það er bara mikilvægur þáttarnir eru að sem sagt aim eða mið, vera góður að miða, góður að hitta andstæðingarna og svo er það game sense sem er bara
Veit ekki hvernig maður útskýra, hvernig maður getur útskýrt á íslensku, en bara... Já, svona, það reynir mikið af svona rýmisskynju, getur við sagt. Bara vita mjög mikið leikinn, vera góður að dæma hlutina rétt og... Til dæmis... Þegar þú nærð að drepa einhvern og þá gott að ef þú ert til dæmis á counter-terrorists þá gott að bakka með killið bara og halda mann Haukarnir láta slátra sér hérna, Hér sjáum við að Einar tekur 3 af haukamönnum og einu division treytar hann svo út. Hann nær claim í alla básæðinni og AC klárar þetta með að taka einu niður. Það Haukar þurfa 4 ránd í viðbóts að klára þessa umferð. Já. Haukar þurfa 4, Nova þurfa 8. 8 til 4. Gaman að segja frá því að það eitthvað fólki að fylgjast með á streaminu og við bara fögnum því og þökkum fyrir áhorfið. Þetta eina svona tilrauna útsending, fyrsta skipti sem við streymum frá leik Hauka í Counter-Strike. Það má segja að þetta sé sögulegu dagur í sögu félagsins hjá Haukum. Fyrsti rafíþrótta viðburður sem félagið tekur þátt í sem við verum að streyma frá. En segja okkur aðeins, Siggi, tímabilið í vetur, hvernig hefur það gengið? Ég myndi flokka undir helviti illa. Já, við höfum ekki komið inn á það hér, að þessi leikur er gríðarlega mikilvægur. Þessi leikur er rosalega mikilvægur. Við erum bara að spila upp á sæti í deildinni, halda sæti í 3. deild. Sæti þess að, já, halda sér upp í, ég held að við höldumst upp í 3. deild ef að, sem sagt, Selfoss tekur ekki leikinn sinn. Já. Selfoss spila á 5. næsta, síðasta leikinn sinn. En við erum alltaf öryggir ef við tökum sigur í þessu leik, þá erum við öryggir með sæti í 3. deild. Við erum alltaf öryggir með sæti í 3. deild. Og þá hoppum við í raun og hoppum við upp fyrir Nova. Já. Með 6 stig og þeir með 4. En já, er það rétt hjá mér, það eru ekki 10 deildir? Það eru 10 deildir, jú. Það Vodafone-deildin og svo eru 9 aðrar deildir fyrir neðan það sem eru allt neðri deildir. Þannig að það er alveg ótrúlega gróska í Counter-Strike samfélaginu á Íslandi. Já, þetta er samt held ég það mesta sem þetta hefur verið. Já. Það hefur mikið að gera með COVID. Akkurat. Held ég, akkurat. Það eru rosalega margir bara að spila endalaust og hafa bara ekkert betra að gera við. Nákvæmlega. En sem er náttúrulega mjög sérstakt, eða einhver leyti sérstakt sko, hvað sess Counter-Strike hefur ennþá, því að þetta, ef ég man rétt, þá minnir mig að ég hef spilað þetta mapp bara þegar leikurinn kom hérna 1999 eða eitthvað líka. Já, þetta er eitt af bara, þetta er bara örugglega eitt elsta mappið í leiknum. Eða kortið eða... Já, það má segja að svona...
Counter-Strike svona einhverju leyti orðið bara svona sí-klassísku leikur, bara eins og Tetris og Pac-Man eða eitthvað. Þetta bara mjög gamalt franchise, en þetta alls ekki sami leikurinn sem að kom út þegar þú spilaði. Þetta bara allt annar leikur og allt annað engine og allt svoleiðis. Sko. Já, uppfæra leikið talsveit en svona grunnprinsipið og... Þessi kom sem sagt út árið 2012. Já. En menn hafa verið hliðhollir eins og þessu mappi, þeir hafa ekki breytt því. Nei, þeir hafa ekkert, það hefur breytt alveg rosalega yfir tíman. Sko. Það var bara nákvæmlega sama koncept á mappinu, bara staðirnir eru allir eins og það bara breytist útlit og staðsetning á sumum hlutum og... Læti... B-sætinu. Já, læti hérna B. Þarna eru stór mistök að enginn heldur glugga. Einar á dána B-ið má segja og hér taka haugaróndið Óli Intender með 4K. Sem sagt 4 kills. Mikilvægt round. Halda hann fyrir aftan okkur. Hér sjáum við stöttinn, Einar Division, Galdrakall eru með mest kills í 19. Já. Óli Intender með 18 og eftir þeim og svo koma Atli og Aron. Nú geti fyrir einhvern þótt undarlegt hvað menn eru að rífa upp þessar sprengjur og kasta eitthvað í veggi hingað og þangað en það var svona pælingi svo að menn eru að, eða ekki rétt að mér, eða miklu tími að útpæla það hvar þeir síðan enda, þessar sprengjur enda nákvæmlega. Já, það er bara reiknað út. Það reiknað það út rætt svona í fljótu bragði með þær sprengjur sem að þú ert bara svona eitthvað byrjað þarna kastaði hann bara mjög fljótri til þess að blokka setið. Þarna nær Bot Junior. Þremur haugamönnum. Já, 3 haugamönnum. Hún Galdrakall ætlar að reyna að gera eitthvað hérna. 1 á móti 3. Gæti þótt sjálfsmorð. Með sprengjuna. Nær einum. Reynir að planta. Þeir eru að rössa á hann séns. Hann á mikinn séns, ég trú á Símon. Já, hann að kemur. Tæft var það, en eldurinn kannski geti... Eldurinn bara... Nei. Kom í veg fyrir það, hann vann þetta ránd. Akkurat. Hann áfram hnífjafn leikur, staðan er 13-12, liðið sem kemst upp í 16 sigra í þessu mappi, vinnur þessa umferð. Og það er best af 3, er það ekki? Umferðið. Þetta er best af 3, þetta er mappi Hauka. Þannig að má segja að við séum á heimavelli í þessu mappi, ekki það að allir sem að kunna þetta mapp hægri vinstri eða ekki? Jú, flest allir. Það er bara svona móka og grenu vitund overall. Já. Aron hefur farið yfir ýmsa hluti á æfingum sem hafa verið teknar. Aron einum. Hangir inni á einu frosti. Siggi, ég ætla að biðja að taka við hérna stjórninni. Ég ætla aðeins að fá að hérna mónitora soundið á þér og fleira hérna í tölvunni hliðina á. Já.
Ég kem inn eftir smá. Tímon Galdrakall að hnífa Eisa. Það er bara svolítið svona að segja bara fuck you við manninn þegar maður hnífar í leiknum. Hér eru nógamenn að spara. Hér nær einum division til Freyja. Byggi nær einum tilbaka. Tímon Galdrakall plantar sprengjunni og grenar þetta smá. Haukarir virðast hér vera að ná 15. rándi. Hér eru haugamenn að fara upp shortið. Einar úr Nova nær hér alla básir og einu division nær Vigganum tilbaka. 3 móti 3. Bomban plöntuð. Hérna er Tímon Galdrakall Einari og Flame nær honum tilbaka. 2 móti 2. Og hér virðast haukar bara vera að klára. Nei. Já, eru að klára þetta hérna? Þeir virðast vera að því. Já. Já, fallegt. Hér klára haukar +2 og taka mappið. Vel gert, góð byrjun. Herri, ég var aðeins að monitora streymið hjá okkur, svo ekki að þetta kemur bara ágætlega út. Og örlítið dósarhljóð í mæknum hjá mér, pínu svekkjandi, en eitthvað sem má lifa með. Já. Herru, Galdrakallinn MVP. Já. Á hverju byggir það? Það eru dráp og assist og Það eru stig bara. Stig bara yfir Yfir sem að skila. Já. Hann er með 8 MVP, sem sagt hann er með mestu Most Valuable Player roundin, sem að gera hann Most Valuable Player í leiknum. Já. Einar með flest 3 manna kill í rándi, þar sem hann drepi þá 3 af 5 andstæðingurum. Já, og Óli Intender er hér með 65% headshot percentage. Ja, það er ekki helviti gott. Það er bara mjög fínt miðað við. Þá er hann hvað, með 12?
Þannig að núna eru okkar menn að ráða ráðum sínum fyrir þetta næsta mapp. Mirage. Og það er það mappi sem að Nova hefur valið. Ekki rétt? Jú, það held ég alveg örugglega. Er ekki Mirage bara svona í ýmsu leyti svona svipað uppbyggt? Nei, það er kannski aðeins flóknara heldur en Dust. Nova pikkuðu Dust. Nú. Og Haukar pikkuðu Mirage. Ok. Gott mál, þannig að það má gefa sér að Haukar séu búin að Þá eru Haukar búin að taka sem sagt, þeir tóku mappick Nova og ef að Haukar spila Mirage eins og þessi mappicki þeirra þá ættur að taka Mirage og bara klára þetta. Þannig ég ætla að biðjast afsökunar á því sem ég er að átta mig á núna. Ég ætla að laga hennan algjör óþarf að vera með Haukamerki hérna fyrir framan mappið. Aðeins skára þannig niðri. Já. Ég ætla þessi kannski best að hafa það uppi hægra megin. Það er bara góður, nei, uppi hægra megin er það sem að killinn koma, killfeedið. Já. Kannski minnka þetta örlítið líka. Eitthvað svona. Það voru að fara af stað í umferð 2 Mirage og þar byrjum við á hnífabardaganum. Ekki rétt. Nú fyrir þá sem eru kannski í fyrsta skipti á ævinni að horfa á tölvuleik á skjá. Þá erum við hérna að horfa á leik Hauka og Nova í Íslandsmótinu í Counter-Strike. Counter-Strike er klassískur skotleikur sem gengur út á það að tvö lið keppa á móti hvort öðru. Það sem að helminginn af tímanum ertu í hlutverki hryðjuverkamanna sem eru svona gulllitaðir og þeirra markmið er sem sagt að planta sprengju og framkvæma hryðjuverk. Og í hinu liðinu eru þá hitt lið sem eru þá lögreglumennirnir eða counter-terrorists. Þeirra hlutverk er að koma í veg fyrir að hryðjuverk séu framkvæmt og sprengju séu sprengtar. Ef að lið vinnur, ef að lið drepur alla andstæðingana þá vinnur það rándið. Ef að terroristar ná að planta sprengju þá vinna þeir rándið. Ef þeir ná að planta sprengjunni og sem sagt láta hann að springa. Og láta hann að springa, akkurat. Það er sem sagt CT-arnir, counter-terroristarnir geta komið í veg fyrir að springi með bara að diffjúsa hana, aftengja hana. Akkurat. Er eitthvað dottinn út hjá okkur? Hvað er Aronis? Hann er bara ekki búinn að tengjast. Já. Hvernig virkar það? Er hægt að skipta leikmann eins og þú ert á bekknum, Siggi? Er hægt að skipta þér inn á í þú veist, bara miður leik þessana? Já. Ég gæti, ef að Aron vildi fá mig inn, þá gæti ég komið inn bara í næsta mappi ef hann var í þriðja. Ef hann vildi fá mig inn þá gæti hann skipt mér inn. Ef einhvern vildi fara eða
einhver er bara ekki að spila vel, þá getur maður skipt leikmann á milli sem sagt mappa. Ég skil. En leikmaður verður að klára mappið, viðkomandi mapp sem í gangi. Já. Ég bara búinn að vera að taka svona svo litla pásu frá því að keppa undanfarið, þannig að þeir tóku með þetta line-up, tóku þeir síðasta leik og unnan, þannig að bara halda þeir svoleiðis, þannig að... Þú breytir ekki sigurliði, sagði þið þjálfarinn. Nei, ég breyti ekki sigurliði, sko. Það bara við Aron, ef hann vill hafa liðið eins, þá hefur hann það eins, þá get ég spilað. Þannig að Aron þessi svo kallaði in-game leader, sem fyrirlið hópsins. Aron sem gengur undir nafninu Aronis. Já, hann bara settur fyrirliði. Núna það sem að þetta nú síðasti leikur í deildinni og kannski ólíklegt að menn sé að skáta og greina streymi frá Haukum í framtíðinni. Hvað er hérna, sýndu okkur aðeins á spilin, hvað er svona, hver er svona grunntaktíkin? Grunntaktíkin hjá Haukum er bara mjög einföld. Aron er mjög mikið fyrir það bara að spila default og hafa svo sett strött á annarkvort sæt eða eitthvað hannig. Þannig að fyrir þeim sem hefur aldrei, þú veist, áttað sig kannski á bara hvernig þessi leikur virkar yfir höfuð. Segðu okkur frá svona bara einhverju taktík, típiski taktík sem að Aron gæti verið að kalla fyrir rándin. Það er til dæmis taktík bara sem að er notuð mjög venjulega á þessu mappi er A-smókar og þá taka þrír leikmenn á terrorist-svætinu bara taka þeir smóka fyrir CT, Stiga og Jungle sem að er sem sagt bara akkurat núna þá erum við inn á A-sætinu. CT er það sem að Atli Básir er að hlaupa á. Já. Og Atli Básir er þar, Stairs er það sem að smókurinn er að beita núna og Jungle er bara beint fyrir neðan Stiga. Þannig að ef ég er að reyna íslenska þetta fyrir mig og aðra áhugamenn þá sem sagt kaupa menn reyksprengjur í byrjun. Já. Og algeng svona taktík í þessu korti eða þessu mappi er sem sagt að kasta svona seríu af reyksprengjum í kringum A-svæðið og reyna sem sagt að komast inn á það svæði og planta sprengjum. Já, það bara lokar þá ef að þeir eru ekki inn á A-svæðinu þá lokast þeir út af reyksprengjunum. Það er mjög lítið í því að maður sé að hlaupa í gegnum reyksprengjurnar út af það er bara dauðagildra. Já, þá bara birtist þú, þá eru bara hinni leikmennir hinum með við að horfa á reykinn, þú poppar út og ert auðvelt skotmark. Já, þú sérð oftast leikmanninn áður en að hann sér þig þegar hann er að koma út úr smókinu. Eða reyksprengjunum. Nú voru Nova að spara. Það er komin í 2-0. Já, þeir opnuðu leikinn á að ná, sem sagt, pistol-rándinu eða skambissu-rándinu og svo unnu þeir ígóið hjá Nova í öðru. Núna eru Nova að kaupa og... Þannig að núna reyna Haukarnir að koma eitthvað eins og óvart. Þeir eru búin að keyra á A, þannig að síðustu 2 ránd. Kaupa
á B-sætið. Já. Sem svolítið svona algeng og eittinn taktík í Counter-Strike. Allir gera grín að því bara hvernig fólk frá Íslandi það að segja bara Rush B eða Rush B. Já. Og það gekk ekki vel eins og sjáum á. Nova tóku á móti þeim rosalega vel og bara tóku út úr leiknum. Það mátti við því búast miðað við hvernig kaupið hjá Haukum var. Þeir voru með lélegt kaup, voru með 2 Mac 10 og 3 Galil eða svo. Já, þannig að það er sem sagt virkað þannig að það eru ólík vopn og því betra svo vopnið er, því dýrara er það. Má ekki segja það í svona stuttu máli. Svo eru nokkuð mopp í þessum leik sem eru bara heimskulega dýr og þau eru ekki góð á neitt hátt. Ok, hvað hérna? Aron er spilað aðeins á þessum. Já. Hvaða vopn eru það fyrir okkur amatöruna sem viljum spila? Kaup ekki köttin í segnum. Það er sem sagt aðalbyssan sem að kostar mest í leiknum heitir M249. Já. M259 og það er sem sagt bara kölluð para af mörgum Íslendingum. Bara mjög svona stór byssa með svona grænu kassahylki. Já. Bara og hún er bara ekki góð og hún kostar langt í þessum leik. Þannig að við sjáum þannig að hægra megin við nafnið á leikmanni hvaða byssu hann heldur á. Við sjáum að Aron er með AK-47 sem er það ekki svona líklega vinsælasta byssan, eða hvað? Jú, það er basically besta byssan í leiknum, örugglega. Hún er sem sagt allavega besti riffillinn. Það er hún skjóttar í haus. Já. Það er 1 skot í haus og svona 3-4 í líkamann. Eins og við sáum hana. Þarna sjáum við Einar Division og Atla Bowser koma vel inn og drepa 2. Og Símon Galdakart klárar þetta. Þannig að sáu, já, 5 AK-47 rifla á móti skambissum og það var engin leikur. Nei, skambissarnir áttu bara ekki séns. En svo getur maður líka alveg, það er alveg mörg lið sem eru rosalega góð í því að nýta sér svona skambissarrónd. Já. Aðalega erlend lið en það er sem sagt Desert Eagle, þeir 3 hérna í hinu liðinu eru með Desert Eagle, þarna nær Einar AK og Desert Eagle one-shotar líka í haus. Ok. Og ég drepa hann í 2-3 í líkamann. Og bara ef þú ert með Desert Eagle í bara svona sparróndi þá er alveg alltaf séns að þú tekur á. Já, við ætlum að fá sér klára rándið með því að taka Einar manni með issuna. Já, Nova. Ef við hefum náð að planta þarna þá hefum við fengið meiri pening það ekki. Jú, ef að terroristanir planta áður en að allir deyja, áður en að vinna rándið þá fá allir bónus í enda ránd, en ef að rándið er unnið og manneskjan með springjuna plantar henni þá fær hann 300 kall og enginn annar fær neitt. Þá maður fær alltaf 300 kall maðurinn sem plantar springjunni. Aron er rosalega vinsæll í því að hitta ekki grenun.
Það sagði mér að hann hefði farið í heitt og kalt í laugin áðan til þess að kveikja upp í taugakerfinu, en hann hefur kannski verið of lengi í kalda. Já. Hefur sett einum og marga klakapóka. Já, 3 og 3 hérna í logiðin. Hér sjáum við Óla Endander klára þetta. Líklegast bara. 3 og 1. Hann er lára hana. Leimi er með 9 í líf og Símon klárar hérna. Fallegt. Það var rosalega fallegt skot. Já, Haukarnir heitir hérna alltaf sér greinilega tryggja veru sinni í þriðjudeildinni að ári. Eða ári, það er næsta haustið ekki. Jú, það er bara sumarið. Já. Hér sáum við Einar Division skjóta Aron svolítið í bakið og svo kom einhver annar þarna í middinu með þeim og skaut Aron líka í bakið. Aron á svolítið lítið í. En Símon Galdagat klárar rándið með stæl. Já, þannig að þegar maður er að horfa á þetta í fyrsta skipti kannski og bara Counter-Strike yfir höfuð, þá er maður kannski ekki alveg átt að sjá því hvað það er krefjandi list að ná þessari hönd-auga-samhæfingu sem þarf til þess að færa bendilinn beint á hausinn á andstæðingnum og skjóta um leið. Já, það tekur alveg, það tekur mikla æfingu. Það er eins og að hitta í skeitin hérna fyrir utan tegi í fótbolta, nokkuð. Já, bara, já, það myndi ég myndi flokka one-tap undir það. Já. Þess að. Já, ég skilji. En eins og við erum búin að sjá hérna á Símoni núna nokkur sinnum. Já, þess að one-tap í haus, ég myndi segja að það er svona samskiptaskot fyrir utan teg. Já. Sjáum við Nóa vera seina í að retaka sætið. Þeir þurfa að retaka þetta og Einar Division og Símon Galdagall eru í holdinu. Og Nóa Einar tekur Einar Division út og Play Me tekur Símon Galdagall og klárar landið og tryggir þeim annað round sitt. Já, Nóa heldur sér aðeins á lífi. Haukarnir er að nóa pening. Haukarnir eiga banka. Já, þetta er svona, já, við erum svona á góðu skriðum að segja með það að Nóa er í þessu sífellda vissinni að þú veist, eiga lítinn pening, þurfa að taka skammbyssur reglulega og Já. Það kallast bara að Haukar eru semst bara mjög mikið í því að resetta þá. Það kallast bara að resetta þá. Já, einmitt. Það er bara kallað að resetta economy þeirra þegar þeir eru með lítið til dæmis núna. Ef að Haukar myndi vinna þá myndi maður segja að þeir voru að resetta þá. Okay. Þegar þeir eiga lítinn pening, lítinn sem engan pening og ef að vinna þetta ránd þá eiga þeir bara ekkert til þess að vinna. Ja, þeir eiga reyndar alveg smá. Ég veit það. Og sjáum við Viggan jafna þetta upp og Eisi tekur alltaf pásir niður í 8 líf. 2 og 2 í loki. Þeir er ekki á verði. 1 og 2. Einar Division tekur. Nei, þetta er ekki Einar Division, þetta er Símon Galdagall. Símon 1 og 2. Hann klarar þetta. Já, vel gert. Vel unnið úr þessu. Okkar maður sem hafa 1 og 2 stöðu væntanlega. Já,
8-2 styttist í hálfleik og við erum á góðu róli hérna með að tryggja okkur í Þarna leggar Atli Báser Einar. Skot. Doppulmóluðu þeir á nektorinn. Hér Playmi með nokkurn veginn one-way smoke en Einar tekur einu tilbaka. Svolítið confusing að hafa 2 Einara í þessum leik. Já. Það var bara erfitt fyrir mig að kalla þeim gamertögnöfninu sínum út af því að við erum komin á first name basis í liðinu. Já, samstæðan orðin það sterk. Já. Bara þekkjumst vel. Eru þið búin að vera að spila lengi saman? Alls ekki. Við vorum búin að spila kannski svona... Ég myndi segja að við vorum búin að spila í svona hálfan mánuð saman. Ég, Aron, Einar Division, Gretar. Ég myndi segja að það séu svona mennirnir sem að við vorum búin að spila saman í hálfan mánuð áður en að þú samþykktir að taka okkur undir hauka yfir tímabil. Já. Það er kannski bara þess að benda á hið augljósa ef einhver ekki að skilja það rétt. En við sem sagt sjáum hérna útlínur sem að leikmennir náttúrulega sjá ekki. Já. Það er náttúrulega stundum alveg ótrúlegt að sjá hvað við segja, svona, hvað forspáin er góð hjá mönnum en vita alveg hvað hinnir eru að dúkka upp á. Stundum fær maður tilfinningur að með séu bara að svindla. En það er nú meira að segja stundum raunin í þessu leik, eða ekki? Jú, það gerist. Það hefur alveg gerst að fólk hefur svindlað á meðan keppni stendur. Ekki mikið á Íslandi, en það hefur alveg gerst erlendis að svindlarar hafa verið að spila official leiki og hafa verið bannaðir í miðjum leikjum. Já. Það er dálítið grillað, en það er svona til bara lítil forrit sem að láta þið skjóta beint í gæjan, láta þið sjá þessar útlínur sem við sjáum og ýmislegt annað. Já, maður sér samt ekki útlínuna sem við sjáum því að þetta er meira advanced. Maður getur fengið minimap svindl, þannig að maður sér þá upp á mappinu sínu. Já. Maður sér andstæðingarna þar, maður getur líka fengið aim hack eða mið svindl. Það er bara, þá skýtur maður bara í haus, bara án þess að þurfa að gera eitthvað. Og svo er sem sagt wallhack eða veggja svindl bara. Þá sér maður bara í gegnum veggi. Já. Aldrei skot hjá Playmi. Playmi deyr í eldsprengju Demons og Bot Junior tekur Einar Division treitar og AC treitar Einar Division. Það er bara endalast að treitum gangandi. Já, menn skiptast á að hlaupa í þessu hlaupi okkur varum. Þannig tekur Atli Báser Eisa niður og Óli Intender Einars. Vel gert. Báser nær hér vikana til að tryggja 11. rándauka. Síðast ránd til hálfleik og Haukar eru í ansi góðri stöðu. Þeir sjáum við Eisa taka Atla Báser einfallega niður og Óla Intender. Flott skot. Hér tekur Bot Junior og klárar rándið með flottu spreytáni á Einar Division og Aron. Já. Fókusum eitthvað að fara inn í okkar mönnum þarna. Já,
Það var ekki alveg nógu gott hjá Þetta... Atli hljóp hann út A-rampinn án einhvers support. Ég er nær claim í einar division. En Atli Bási nær eisa tilbaka. Nær Ólin, þetta er flottu killi á hann. Úff. Hér tekur Bot Junior Aron út. 2 og 3. Hér heyri Bot Junior í manni Galdakall vera að hlaupa að megin og beimi nær Atla Báser út. Galdrakalli 1 og 2 á A. Erfið staða, ólíklegt að hvað gerir kallinn? Ég held að hann verði tekinn að aftan frá Bot Junior. Það fær hann væntanlega í bakið og sér hann, jæja. Hann er vinstra með hann. Vel gert. Getur hann rössað á B og plantað? Já. Það er hér góð plantar fyrir shortið. Þetta er mjög algeng plantstaða á Fenus og er núna í postplant eða eftirplanti. Er í góðri eftirplantstöðu. Hér er þetta mjög erfitt fyrir Nova Bot Junior, en hann er hins vegar með moll og smoke sem að getur komið alveg í veg fyrir að Simon geti haft einhvern chance. Já. Hann situr á rauki og hann, fallegt. Simon Galdakall tekur hann. Hvað er þetta margar sekúndur sem að maður hefur eftir að maður plantar? Ég held, ef ég man rétt, þá er það 45. Og það er það langur tími? Já. Já, það eru 45 sekúndur. Ok. Nei, það eru 40 sekúndur. Það er bara 40. 40 sekúndur í Counter-Strike Global Offensive. Þarna geta Aron svolítið upp á bak. Núna eru til dæmis Nóa í eftirplantstöðum sínum og ég myndi flokka þetta undir alveg rosalega góðar stöður. Þannig að náði Simon Galdakall að skjóta hann í gegn svolítið og tekur hann út. Nei. Klúður á smóknum. Ekki gott. Ef hann næri sem smók þá getur unnið rándið potentially. Já. Þá blokkar hann á alla fasta 3 inn á shit spawninu og þá þurfa þær allir að hlaupa í gegnum smókinum leið og þeir byrja að diffusa. Út af þessu eru auka með sáralítið pening. Þeir force kaupa hérna. Já. Hver er á pælingin þar? Er þá að láta menn bestu leikmennina taka hérna skammbyssur? Það er bara, þú veist, þeir í rauninni hvernig það virkar hjá okkur. Við erum ekkert eitthvað að vinna með eitthvað plönun í þessu. Það er bara að Einar tekur skátinn. Hann er snæperinn í liðinu. Og Aron er mjög mikill svona SMG maður. Og
Annars eru menn oftast að taka bara deiglur. Ég myndi alltaf taka deiglu í þessu rándi. Já, terrorist að taka timeouts. Veitu hvernig var þetta? Hefur hvort lið mögulega einu timeout í hálfleik? Eða? Nei, það eru 3 pásur. Já, sem sagt. 3 pásur per lið eða samtals? Per lið. Eða 4, kannski 4. Getur verið að Aron sé búinn að nota eina. Já. Getur verið 4 til 5. Merki Níels. Á meðan pásun stendur þá ætla ég að skjótast á klósettið. Það er að gera. Já, enn og aftur, þið eru að fylgjast með hérna beinu streymi frá leik Nova og Hauka í 3. deild Íslandsmótsins í Counter-Strike. Hauka standa vel af vígi, unnu fyrstu umferðina sem var spiluð í korti sem að heitir Dust 2 og við erum inn í annar umferð þar sem staðan er 12-4 fyrir Hauka og þeir þurfa 4 lótur viðbót til þess að vinna þessu umferð. Ári komin aftur. Það er ekki búin að létta á þér tilbúin í loka sprettin, þetta lítur vel út hjá okkar mönnum. Já, hún er til lokaðir þessu bara. Já, en það er nú eitt sem að er nú svona, skemmtilegt við þetta einhver leiti að maður sér alltaf ótrúlega sveiflur í svona Counter-Strike leikjum. Merkilega oft sem að menn taka bara og tapa bara 9-10 rándum í röð eða eitthvað. Já, það gerist. Það er bara mjög algengt. Þannig að kannski þá lenda menn í svona einhverjum vítaringa eins og vorum að tala um á þegar andstæðingurinn er að, eins og þú kallar að resetta þig. Þú veist, þú lendir í basli, gengur illa, tapar, átt ekki pening, ert með verri byssur, tapar aftur og kemst einhvern aldrei á neitt skrið. Já, og svo gerist það líka bara að það hefur stundum áhrif á bara, hvað segir maður, mentalityð bara á liðinu. Það gæti kannski verður einhver pirraður og það affektar bara líður liðsins og gerir alla pirraða og... Já, menn geta auðvitað mist haus í þessu. Já, mist haus, já. Það er kannski ekki fyrir maður prófar að spila svona keppnisleiki sem maður átt að sjá því hvað þetta er. Þetta er frekar intense, má segja, er það ekki? Jú, þetta er alveg rosalega intense. Það er rólegt hérna hjá okkur og meðan það er æsingur og læti hérna fyrir ofan okkur á Rás Hauka. Já. Nákvæmlega, þar eru menn að góla og gapa og... Já, það er stanslust tól bara töl og... Ég hef myndið oft hugsað að það væri stór skemmtilegt að fá að hlusta á það eða þú veist, leyfa því að vera partur af leiknum, sko. Svona teamtalkinu. Hvað er bara einhver hættur hjá hann eða? Það er eitthvað spjall hérna í gangi niðri vinstra með þessu sjáðu milli leikmanna. Já, það er einn með tæknilega vandamál. Já. Það er ekki að connecta, það er eitthvað að
ætli það sé ekki netið hjá honum. Eða er þetta kannski taktík? Stoppa stríkið á Haukum. Ég myndi allan að hugsa þannig. Nei, ég held að hugsi nú ekki margir þannig. Ég myndi gera allt þess að koma aðstæðnum úr gírnum. Nei, það er örugglega ekkert svoleiðis í gangi. Nú var miklir heiðursmenn. Það held ég. Siggi, þekkir þú sögu Íslandsmótsins í Counter-Strike á Íslandi? Hvað er búið að spila hann leiki í deildakeppni lengi? Bara mjög lengi. Það er búið að keppa í honum á Íslandi síðan Source. Eða 1.6 sko þess vegna. Það er bara eiginlega búið að keppa í honum rosalega lengi. Bara í 20 pluss ár? Já, bara, ég myndi örugglega ekki segja 1.6, hvenær kemur hann út? Sem sagt, 1.6 er sem sagt yngsta í rauninni útgáfan af fyrsta Counter-Strike. 8. nóvember 2000 kemur 1.6 hann kemur út þá og þú veist, það er keppt í honum eitthvað smá held ég á Íslandi áður en að Source kemur út. Svo kemur Source út og þar er aðalega keppt. Íslendingar kepptu rosalega mikið í því. Bróðir minn og vinur hans kepptu rosalega mikið í því og svo kom Global Offensive út 2012 en hann var heldur lélega gerður. Þannig að fólk spilaði Source frekar heldur en Global Offensive. Já. Og svo lagaðist hann yfir tíman og varð betri og þá byrjaði fólk að spila Global Offensive meira og það hefur verið keppt í honum alveg rosalega lengi. Það datt smá pása í íslenskum keppnum í Counter-Strike hérna fyrir einhverjum árum. En svo þegar Risi var stofnað þá fór þetta allt í gang og fór að rúlla aftur. Já. Gerði mjög mikið fyrir e-sport íðuna, rafíþróttasenuna á Íslandi. Einmitt. Fengum meira svo að forsetan til þess að styðja. Akkurat, þegar rafíþróttir verið að fá réttilega talsverð athygli núna upp á síðkastið og gaman að þetta sé komið í svona bara svona skemmtileg umgjörð, alveg deildakeppni og virkilega flott náttúrulega umfjöllun hjá Stötu Sport og Vodafone kringum Vodafone-deildina. Já, Vodafone-deildin var náttúrulega ekkert alltaf Vodafone-deildin, hún var Lenovo-deildin alveg svolítið lengi. Akkurat. En hvaða fleiri leikir eru spilaðir í deildakeppni á Íslandi? Hvað meinar þið þá? Líkt og Counter-Strike, þess með... Já, hvaða fleiri leikir? Ég held að það sé keppt í League of Legends, aðalega. Já. En það var líka, League of Legends, það er líka keppt stundum í Rocket League. Það veit. Rocket League og FIFA. Já, FIFA-deildakeppni er nú nokkuð umfangsmikil held ég. Já, það er mikið að vera þar. Já, Overwatch líka. Aron var að senda mér hérna. Aron er greinilega að fylgjast með stríminu. Já, gott að heyra. Mönnum greinilega að fara að leiða sína þóið. Vilja fara að klára þetta. Þetta er eins og... Er að byrja, segir Aron, þannig að það er smá delay hjá okkur en þetta fer að byrja. Það byrjar að spreyja eitthvað hana. Segðu okkur eitthvað, nú er þetta að spreyja alls konar munstur og eitthvað tákn og rugl. Hvaða hlutverki þjóna það? Það er búið að vera inni svolítið lengi. Já. Er það eitthvað sem að þið eru að nýta ykkur?
Nei, þessi spray þetta bara upp á gamanið, sko. Aha, bara eitthvað fíblari. Þetta bara einhver fíblalæti. Það er reyndar svona það sem maður myndi kalla 200 IQ play sem að erlend lið notuðu og það var þau sprayuðu fyrir sem sagt line-up á svona grenum. Bara smókum með eitthvað. Þau sprayuðu sem sagt það sem maður linar upp á skilti. Þá sprayuðu þeir fyrir það og þá gat maður ekki lineaði upp. Þá maður sá ekki hvert maður átt að miða. Já. Hann gat spray trufla hans ekki eitthvað. Já, þetta var mjög svona buggað fyrst þegar þetta kom inn. Það var eiginlega alvarlegt dæmi þegar þetta kom inn sem sagt og þá gat maður, hann fann út YouTuber, hann fann út að maður gat sprayað á glugga utan á gluggan og svo ef maður fór inn og horfði út um gluggan þá sá maður ekki sprayið þannig að það var basically bara eins og þú væri með wallhack. Já. Sprayið var þarna á glugganum fyrir en þú sást það ekki innanfrá en þeir sáu þig ekkert í gegnum gluggan út af sprayið var fyrir. En það er held ég búið að laga það núna. Við erum að fara af stað. Já. Þeir eru með fullmanna sveitlóksins, nóga menn. Loksins byrjar þetta. Ég ekki alveg átta mig á nafni liðsins. Þeir eru með Nova í gameittakinu en kalla sig Nova. Það verið frátekið hitt. Hvað segir? Ég er að pæla bara í nöfnunum að Nova. Já. Það heita Nova með OI. Já. Í gameittakinu en liðið heitir Waffa. Já, þetta er bara stytting. Bara Nova. Þetta er bara einhvers konar stytting á nafninu þeirra. Aðalega örugglega að gera með það að logoið þeirra er svolítið svona vaff ef þú horfir á það þá sérðu svona mest út úr því vaff. Já. En að vaffið er svona aðal staðurinn í því. Það er eitthvað svona artistic dæmi. Já. Herru, hvað erum við að sjá hérna? Hér erum við að sjá 4 og 4. Núna erum við að sjá ertu með auto-delektorinn á? Já. Já. Lítið að gera, menn aðeins kaldir innan til pásuna. Hér sjáum við hann er að hoppa út og er á takk. Nei, heyrðu, Símon Galdrakarl tekur flott skot, tekur hann niður. Það var rosalegt. Eisi tekur alla báser. Haukan er báðir lágir, Galdrakarlinn 1 á 1, menn annars ekki þetta. Og hann klárar þetta. Geðveikt. Vel gert. Bæði lið fóru rólega af stað eftir pásuna en Haukan er aðeins að stríða þeim. Já. Jæja, Galdrakarlinn með dólg. Já, hann á til með að vera með. Já. Helvítis dólg. Já. Galdrakarlinn spraya. Líka bara alveg straujað á svoleiðis. Símon Galdrakarlinn með 4. 4 í sama randi. Þetta er það sem við köllum Ecofrags. Já, ég veit ekki alveg hvað var að frétta hjá þeim þannig að nóga mönnum hann sem elska allir Ecofrags í þessum leik. Þetta eru bara free kill. Þetta eru bara þeir eru bara underarmoraðir og gunnaðir og kannski búinn að missa hausinn. Já.
skemmtileg. Þarna sér maður þetta Það rignir hérna. infamous A-take sem ég var að tala um. Já. Reykur út allt og... Það skemmtilegt þetta. Hér sjáum við Haukar loka rándinu Símon með 3. Símon er að eiga góðan leik. Sjóðan þetta 29. Og með 29 kill. Match point. Var ekki sætt að fá hníf í lokinu? Er það að bíða mikið? Það væri sætt, en það er ekkert víst að þið reyna það. Ég myndi halda líklegast maður þess að reyna að það væri Símon, en Já. hann náði nú hníf í döst. Náðu hníf á hann? Ég misti Já, hann. þú mistir að þú vorst að fykta við stillingarnar. Já. Þegar hann að gera það. Útskýri ég það sem bara basically... Það er basically bara beint fuck you. Já. Það er svona engin virðing. Ég er hratt. Hér nær aftur básir Einari út úr leiknum. 3-4, retake, 3-2. Það lítur illa út fyrir nómenn, þeir eru bara búnir að tapa þessu. Já. Nú gaf við næra til fílsita leikurinn er lokinn. Við högnum þessu. 2-0 solid frammistaða. Létt og laggótt 2-0 frá Haugunum. Mjög vel gert. Virkilega vel gert. Það var nú kannski gaman að fá strákana bara inn á Teamspeakið hjá okkur. Já. Þannig að ég var svo sem ekki búinn að hugsa út í það og ekki búinn að nefna það Arona. Það var alveg gaman að... Já, já. Halló. Hvað segir með þá? Geggjaðir. Það ekki? Halló. Sælir. Til hamingju strákar. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Solid frammistaða í fyrsta streymda Haukaleiknum. Já. Það var smá vantaði bara stress. streymið held ég, allt sísonið, það er það sem vantar. Já, það er bara málið. Alvöru menn eru bestur eftir pressu, eða ekki? Það var smá pressa að hafa því að horfa á, sko. Ég þurfti Akkur. alveg að svitna í stólnum hérna. Já, það er svít að drópi að leka niður baki að menn núna. En það var þess virði. Það var þess virði. Ég myndi segja Svita Foss. Það er virkilega gaman að fylgjast með strákar og gaman að geta deilt þessu með Haukafólki. Þetta var náttúrulega aðgengilegt inn á Haukar TV. Já. Og hérna, þið getið nú hana, já, þið þurfum að fytla við ekoðu ykkar einhvern mann, þá getið þið kannski náðið ykkur góða klippur hana. Það er bara heiður að fá að vera á Hauka TV. Já. Já, þetta verður vonandi ekki síðaskipti sem við gerum þetta. Vonum það. Ég var bara Alls ekki. mest ánægður með að þetta hafi tæknilega gengið allt svona nokkuð stór áfallalaust fyrir sig. Hérna, einhver loka orð, drengir. Við erum í 5. sæti núna, við erum ekki bara að falla. Það er geggjað. Það er geggjað. Það eru lokaorðin. Það er loka orðin. Við erum í 5. sæti, við erum ekki að fara að falla. Nei, Ég segi Það er bara... alltaf markmið að Ég segi þetta bara... ekki niður. og það er bara, Síðan Nóamenn spiluðu drullu vel, sko. já, Gefum þið það. já, þökkum Nóa fyrir Bara heiður. leikinn. Já. En hérna við vonandi kveðjum botbaráttuna til bara frambúðar. Stefnum á toppbaráttu inn á næsta sísoni. Já, klárlega. Svo við látum það fylgja henni með í lokin. Haustsísonið, hvenær hefst það?
Og hvað er framöndan hjá liðinu? Kannski smá komment á það? Næsta á dagskrá er í rauninni, myndi ég segja, Majorinn, sem sagt, það er opið mót fyrir þá sem voru að taka þátt í deildinni, öllum deildum, það er bara tournament, svona bikarmót. Já. Og svo eru einhverjar sögursagnir á einhverju litlu LAN-móti sem að geti verið einhvern tímann í sumar. Og svo er mót strax í september og deildin byrja þá væntanlega október, eitthvað svoleiðis. Ok. Það er bara nóg framöndan. Menn halda sér í formi væntanlega. Leggja ekki músin alveg á hilluna í sumar. Nei. Það verður eitthvað kýtluð. Það var eitthvað kýtluð, eitthvað strókið, músin er strókið. Já. Ég hefði ekki bara láta það vera loka orðið strókar. Bara Ég segi það. kæra þakkir allir saman og því sem að fylgdust með, kæra þakkir fyrir að horfa. Ég segjum bara áfram Haukar og þar til næst.